Það er já, þannig að sem sagt, í lok janúars að þá áttu 450.000, þar að því að þú byrjaði með 500.000 og séðan mínusaður þessar eyðslu frá janúarmánuði, þá fyrir 450.000. En síðan þegar ég reikna hérna, hvað kemur í þennan hérna reit? Því þá eru ekki lengur að nota þessa hérna upphæð, þá eru farin að nota þennan hérna reit og það svo 1. febrúar. Og sem getið þið þá, þegar komið einhverja jöfnu hérna, þá getið tekið þá jöfnu og dreigið hérna svona niður. Þannig þurfi ekki að skrifa jöfnu í hverju einasta reit hérna. Þannig þurfi að finna út það hvað kemur hérna reit. En þið sjáu að, já, þið getið séð út hvað gildi þetta vera. Hluti 2, hérna eigið þið að láta Excel skrifa út oddatölur. Hérna eru styrktölunar og ef maður horfir í hérna kassa hérna, þá sér maður hvernig maður láta Excel gera sléttutölur. Og ef maður tvísmelur reitinn, þá sýnur hún reitir sem maður nota hérna. Hún er að segja nota hérna blá reit hérna og bættu við 2. Nú er nota hennar blá reit og bættu við 2. Hann er alltaf að taka töluna fyrir ofan og bæta við 2. Þannig að það færðu 2, 4, 6, 8 og svo framvegis. Og við viljum gera nákvæmlega sama hérna, nema við viljum standi 3 hérna. Þannig að hérna þurfum þið að gera sama sem. Nota ykkur þennan hérna reit til þess að fá 3 hérna. Síðan hérna er bara að leggja saman þessa 2 reiti. Hérna er það margfalda saman þessa 2 reiti. Einfalt. Í þessu hérna flipa að það sem að gera er að því að taka þetta hérna, þessa tölur, breyta þeim, þannig að það lítið svona út. Það eru með svona KR eða ESK. Og reyndið að gera það, við ljóum þetta bara upp, hægri smellum, förum í Format Cells, og þá getum við ákveða hvernig tölur eða texti lítur út í ritum okkar, og fá hann að lista hérna. Og hérna getum við, ef við viljum vinna bara með tölu, hérna viljum við vinna með gjaldeyri, það er það sem við viljum gera hér, þetta er krónur eru gjaldeyri, og þá eru krónur hérna, maður getur valið dollar og svo framvegis, en ef við gerum ok, þá eru krónur hérna. Hérna vil ég bara hafa einn aukastaf, það hægri smelli eftir fyrir Format Cells, og hérna í Number, þá er hérna eitthvað sem heitir Decimal Places, þetta ákvarðar hversu marga aukastafi maður er með. Hérna vil maður hafa svona punktið að koma með 3 stafa með millibili, þannig að þessi þælar að lesa hvað, þessu stóra tölur. Þá hægri smellir maður, fer í Format Cells, og þá er til eitthvað hérna undir Number sem heitir 1000 Separator. Hérna er að breyta í próstutölu, og það finnið þið líka þá undir þessu lista. Það er eitthvað starf að finna hérna sem tengist prósentu. Verkefni 4. Með því er verkefnalýsing og í stuttumáli er verkefni þannig að þið fáið þetta skjal í hendunar og þið eigið að breyta því þannig að það líti svona út, tablan eins og sjá hérna. Hérna eru komin einhver litir, maður getur lesið töfluna og efsta línan hérna er feitletruð, aðeins stærri litugerð. Það er komin 2 nýjir dálkar hérna og langar að það sem ég gerði hérna var að ef maður tvísmellir hérna þá getur maður stækkað reitina, maður getur líka dregið bara svona til hliðar. Þetta sé nógu stórt. Ok, það sem ég vil líka gera, ég vil hafa alla texta í miðjunni. Þannig að ég hef 2 leiðir, ég get ljóma allt þetta upp svona upp eða ég get gert bara svona, smelt hérna, farið í Home og smelt hann að taka. Já, ef ykkur finnst pirrandi að þetta hverfi, sinna slá alltaf, þannig ég fer í Home og ég fer í nappin hérna hægra megin. Þá er ég búinn að festa þetta, þá fer þetta ekki neitt. En já, það sem ég geri hérna, efsta línan, hún er feitletruð, stærra letur, efstu 3 línunar þær eru með einhvern lit, næstu 3 línunar eru með lit, því farið í gegnum þennan lista hérna. En það sem er flóknast við þetta hérna er að því að búa til 2 nýja dálka hérna og eitt heitir
markamunur og hinn heitir stig. Og við byrjum bara á markamun. Markamunur er sem sá hugsað sem mismunurinn á þessum tveimur. Þannig hérna sjáum við að hérna liðið búin að skora 59 mörk, það er búin að fá á sig 21. Markamunur er þá bara mismunurinn á þessu hérna. Þannig þá getur ég gert hérna sama sem og notið þessi hérna tvær reyti hérna til þess að draga hérna þessa tölu frá þessari. Stigin er aðeins flóknari, þá viljum við reikna út hversu mörg stig þetta lið er búin að fá og þá þurfum við að vita það að fyrir hvern unnin leik fær liðið 3 stig og fyrir hvert jafntefli fær liðið 1 stig. Þannig að þegar ég reikna út stigin hérna að þá þarf ég að taka þennan reit margfaldan með 3 og síðan þarf ég líka að bæta við eða plúsa gildinu sem er í þessum hérna reit. Við sjáum að þetta lið Chelsea myndi fá svo að heildastigin þess væri 22 sinnum 3 fyrir unnið 22 leiki og síðan plúsast við 3 að þeir eru búin að fá 3 jafntefli og 1 stig fyrir hvert jafntefli. Og síðan munið maður getur tvísmetli hérna og dreigja þetta niður og þá er það komið. En síðan fylgir náttúrulega verkefnalýsingunni og sjáuð hvað stendur henni. Og síðan bara hafið samband við kennarinn ykkar á Discord eða e-maili og ræðið við þar.